Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Við erum að kveikja núna, Steina. Hvernig finnst þér þessi rammi? Veistu það, Dóra? Þú hefur ekki skoðan á því? Nei, jú, ég ætlaði bara að segja þér að það ekkert hægt að setja okkur í einhvern ramma. Mér finnst ég alltaf í einhverjum ramma. Nei, ég meina, ef þú vilt vera í ramma, þá skaldu bara fá þig vinnu hjá rammagerðinni. Heyrðu, en hérna komið kakó, handa þér, elskan. Jepp, kakó, ég vildi creamy en þú vildi með engum Ég sykri. vil ceremonial, semst með engum sykri. Heyrðu, Engum viðbættum sykri. og hvað fengum við þetta hér? Heyrðu, þetta eru svona tahini bliss balls sem eru seldar hérna. Já. Þetta er náttúrulega bara svona heilsunami. Þetta er svo sjúklega gott með engum hvítum sykri eða eitthvað svona og það er þetta að kaupa þér hérna með kaffinu. Og svo góð. Og svo er þetta eiginlega svo mikill matur, þú veist, maður er alveg sattur. Já, þetta er máltíð. Vá, hvað er gott. Heyrðu, Hvað er gott? það er lokar hurðir. Og við núna erum við nýja mæka því ég ætlaði að kaupa nýja mæka fyrir okkur. Ok, við ætlum að byrja, þessi þáttur sem byrjar á svona tæknispjalli. Og það er hundur með okkur í þættinum, hann sést samt ekki í mynd. Vá, hvað þetta er gott, þetta bliss balls. Vá. Já. Sko, það er margt á daga mín að dreifið síðan við tókum síðasta þátt. Ég var staðráðin í að kaupa nýja mæka af því að mér fannst hljóðið ekki vera nóg gott í síðasta þætti. Ok. En það var nú líka af því að ég var í svona safari-dressi frá bróðum mínum og mækurinn svona var alltaf að skerast utan í það. En núna er ég komið svona snúru og klemmur eins og þau verum að leika í bíó og sjónvarpi. Ok. Og ég er að vona að hljóðið verði betra hjá okkur núna því að þegar ég fór í búðina, þannig að Fókus, þá neitaði hann að selja mér nýjar græjur. Finnst þér ekki fallegt? Jú, ég kann að meta svona kaupmenn sem er ekki sem að selja mann ekki bara allt sem að maður er eitthvað að ruggla að spyrja heldur segja bara nei góða mín. Þú ert með alveg nóg dót, reyndu bara að hafa mækan aðeins nær ykkur og notaðu snúruna sem fylgdi með sem ég hef aldrei nefnt að nota því að mér fannst aðeins meira vesen. Já. Ok, nú eru konar með snúruna og ég vona að hljóðið verið betra í þessum þætti. Og annars sem ég ætla að segja, hvað er annað gert? Já, ég ætla að taka podcastið með þér á laugardaginn. En þú var svolítið lengi að mæta á staðinn þar sem við vorum, þannig að þá er ég komið aðra hugmynd. Já, nú eru þið aldeilis hissa þeir sem eru að horfa á YouTube. Ég er bara ein hérna. Ég er á útihátíð í Borgarfirði og ég ætla ekki að segja ykkur hvar í Borgarfirði ég er. Auðvitað ætti Steina að vera með mér hérna, en hún er bara ekki mætt á útihátíðina, þannig ég get ekki tekið upp podcast með henni. Þannig að þá ætla ég að vera búin að taka viðtöl við fullt af fólki áður en þú kæmur. Ég ætla að gera svona viðtalspodcast. Ég er búin að fá fyrsta viðmælandann til þess að hitta mig í hlaðvarpinu og þetta er fyrsti viðmælandi í hlaðvarpinu yfir höfuð. Og það er hún Elín vinkona mín sem að ég hef notað stundum til þess að hlusta og segja mig hvort henni finnist að þættir séu nógu góðir eða ekki. Hún á þetta tjald hérna á útihátíðinni. World Party heitir þessi bók. Og þú varst búin að sjá hvaða þjóðhátíð væri svona þín þjóðhátíð. Já. Það var á Bahamas, eða sem var í Bahamas. Nei, á Bahamas. Á Bahamas, já. Hvernig er þessi þáttíð? Þetta er, það sem ég fannst svo sniðugt við þetta, Já. var að í staðinn fyrir svona, eins og kannski skrúðgöngur og sem fólk er svona marsera eftir hvort öðru, og þá byrja allir í svona litlum hópum, alls staðar, svona einhver svona mini cruise, og labba svo saman í miðjuna. Mætast það. Já, já, einmitt, eins og á Grundarfirði. Þú veist, á Grundarfirði eru þið með hátíð sem heitir gulur, rauður, grænn og blár eða regnbogagangan. Þá held ég sér svona hverfi sem byrja allir í sínu hverfi í sikkur og lit og svo labba öll og hittast einhvers staðar í miðjunni. Já, var ekki samt það sem ég hafði í huga Grundarfirði. Ok.
Svo er ég búin að taka viðtal við eina mannesku og þú varst ekki ennþá komin. Þá misti ég svona, að því ég vissi ekki hvenær þú kæmir eða hvernig það var. Og ég fann að það voru allir bara komnir í svo geggja stuð. Að ég gat ekki verið að rífa alla út úr þeirri stemningu sem var að myndast til að taka þau í viðtal og ég væri bara einhverju þáttagerð. Nei, það glata. Þannig að því að þetta var sem sagt, þetta var í sumarbústað hjá vinum okkar og við vorum þarna 15 saman og ég fann að ég var að skemma flæðið sko fyrir þeim ef ég myndi halda áfram í þessu. Nákvæmlega. Þannig ég lagði græðuna til hliðar. Þetta bara eins og að koma með mokkan í, þú veist, morgunverðarboð og einhver fyrir að lesa hann. Já, og taka alltaf einn og einn út til þess að ræða ákveðna grein við hann. Ég var nefnilega með bók með mér sem að mér fannst passa. Og týndur? Nei, ég með hana. Og og ég lét alla fletta í bókinni áður en þú komst. Út af því að bókin sem að ég kem með í þáttinn í dag heitir World Party. Vá. Og sem sagt svona, ég fann hana í sumarbústaðnum mínum inn í skáp. Og þannig einhver tíma kom með þessa bók í sumarbústaðinn minn og skildi hann eftir og í henni eru svona flottustu partí í heiminum. Og ég vildi að fólki myndi segja mér svona hvaða partí því langaði í af því að við vorum nú að leggja af stað í svona þjóðhátíðarpartí og ég einmitt gáði Evrópa en það var ekki þjóðhátíð í Vestmannaeyjum, ekki hérna til dæmis. En ég sá nefnilega hérna hátíð sem í Ameríku sem að mig hefur lengi langað á sem heitir Burning Man og þar aldeilis rigndi fyrir 3 árum síðan. Það var þannig, það sko 50.000 mann sem koma þarna í eyðimörkina, Nebraska og það rigndi svo mikið fyrir 3 árum síðan að það var neyðarástand. Af því að eyðimörkin varð að drullu og það var ekki eins og hægt að koma sjúkrabíl þangað. Það var ekkert hægt að gera, ef eitthvað alvarlegt hefði gerst, þá hefði bara þyrlur getað komið þangað til að bjarga fólki. Ég skil þig. Þannig að það gerist ýmislegt í Vestmannaeyjum og Nebraska. Skilurðu? Það nefnilega það. Já. Þannig að mér hefur alltaf langað að fara á Burning Man. Já, ertu búin að vita lengi að þessari hátíð? Já, ég er búin að því að ég bjó í Bandaríkjunum, þá átti ég dálítið að vinum sem að fóru á Burning Man og þetta víst alveg stórkostlega skemmtilegt. Sko. Og ég las aðeins í bókinni, þetta svolítið upprunalegur einhver maður sem býr þetta til bara því að hann var í ástarsorg og fannst leiðilegt að vera í ástarsorg. Sko, agentinn hans Stefáns, hann deytaði þennan mann. Hann er nýdáinn. Já. Eða nokkur ár síðan. Anyway, þannig að við vitum ekki hvort það var hún sem að braut hjartans eða hvort það var einhver önnur. Nei, örugglega einhver önnur. Já. Að þetta er svo gamalt. Já, en hann byrjaði á því að hóa saman einhverja vini og brendi svo einhvern svona lítinn kall sem merki það þennan sem var í ástarsorg. Það þyrfti bara Burning Man að hann væri bara eitthvað að brenna úr sársauka eða hvað sem það var. Að nú væri nýtt upphafið eitthvað svoleiðis og rosa hátíð. Árið seinna gera hann aftur svona smá hátíð og svo eftir 4 ár þá þetta bara orðið 100 eða 200 manns sem að safnast í kringum þennan Burning Man og svo fara þau yfir í að búa til risa hátíð. Hátíðin gengur út á það að þú borgar inn $300 til $2.000 eftir því eitthvað, það þetta var svo minnsælt. En að þeir sem að koma þangað, þegar þú komin inn á svæðið, þá borgar ekki fyrir neitt. Nema það eitt kaffihús, þannig að þú getur keypt þér kaffilatte. En þú verður að koma með þitt eigið vatn, þú verður að koma með allt þitt eigið, mat og allt svoleiðis, þannig að enginn á að koma þarna og bara, þú veist, með léttan bakpoka og ekkert. Það eru allir, þetta eru allt skipt, ekki samt þannig, ég gef þér máltíð og þú gefur mér nudd í staðinn, heldur bara allt sem þú gefur af því að þú átt nóg. Og svo svona fullt af þemagörðum og þematjöldum og fólk getur farið, þú veist, í þematjald og fengið nudd eða þematjald og fengið sálfræðiþjónustu eða þematjald og baka kökur eða búið til leikhús eða bara eitthvað svona, þú veist. Þú veist að við Neta, vinkona okkar, okkur langar að starta sambærilegri hátíð í Íslandi og kalla hana Frozen Man. Og líka svona gjafa. Já, bara sama konsept en kalla þetta Frozen Man sem þetta gæti orðið sko alþjóðleg útihátíð eftir einhver tíma en einmitt byrja bara smátt og við náðum ekki að gera þetta í sumar. Við vorum að hugsa 2026 yrði árið sem fyrsta Frozen Man yrði. Og þá yrði þetta sem sagt, já, svona eins og í Ameríku. Svona alternative útihátíð, með alls konar alternative hlutum. Hugleiðsla, jóga og þú veist, þeir sem að vilja taka psychedelics geta þá gert það. Já, ég hef nefnilega heyrt aðeins þetta varðandi psychedelics að ég hitti konu í vetur sem að spurði hvort að við hefðum áhuga á að koma
og hún var að fara að vera í tjaldi þar sem verið að gefa þarna körtuna eða búffo eða 5-ME og DMT og það þá ókeypis. Ég vissi það ekki fyrir ég las bókina hérna og fór að googla meira þetta. Það allt ókeypis þarna. Eftir út komin inn. Já, eftir út komin inn. Og ef þú kemur ekki inn á fyrsta degi þá kemst ekki inn. Þetta skuldbinding að vera þarna. Já, algjörlega. Þannig þú kemur ekki og ert áhorfandi, þú kemur og ert þáttakandi. Þannig þetta ekki pípsjó. Nei. Og sumir naktir allan tíman. Já. Af því að þú veist, þetta hátíð sem snýst það að brjóta boxið, talandi að vera pappakassi. Þú veist, þetta pappakassalaus hátíð. Algjörlega. Og fólk leggur rosalega mikinn metnað og vinnu og tíma í að búa sér til svona búninga eða fatnað sem hann vill klæðast og þá það eitthvað svona lögð mikil áhersla á svona sjálfstjáningu. Að ekkert stoppið í því hvernig þú vilt vera klæddur eða hvernig þú vilt presentera þig og náttúrulega búningarnir á Burning Man eru ótrúlegir og svo eru byggðir skúlptúrar þarna í eyðimörkinni sem svo kveikt í. Já, og það stóð einmitt og ef þú vilt kveikja í því sem þú býr til verður að fara með það á ákveðin brennusvæði. Þú mátt ekki bara kveiki, þú veist, þá þér alveg búin að passa það að fólk kveiki samt ekki hlutum bara inn alla hina eða eitthvað svona, þú veist. Nákvæmlega. Ég hef líka hitti líkamann í vetur sem að læra að vera svona medicine aðstoðamanneskja. Þú veist, hjálpa fólki sem vill fara alternatívar leiðir í geðheilsu og heilsu og allt svona með psychedelics og svoleiðis. Hann að fara á Burning Man og verður í tjaldi, þemartjaldi, sem bara að hjálpa þeim sem fara á hlíðina með þeir eru þarna. Já. Þannig að ef að fólk lendir í einhverju andlegu áfalli eða eitthvað, þú veist, fyrir á hlíðina, þá eitt tjald það sem bara fullt af þerapistum. Vá. Af því það getur allt gerst. Annars sem stóð hérna í bókinu Burning Man var að ef að ekkert höfðar til manns, þá má maður líka senda hugmynd að sínu tjaldi. Já. Hvað maður myndi vilja gera, Einmitt. Og þannig að þið sem að hlusta, þið getur endilega farið að hugsa hvað getur þið hugsað að fara með á Burning Man og gefa? Ég myndi að hugsa, hvaða þema myndum við hafa? Ég hugsa ég myndi vilja vera með svona sannleikstjald. Láta fólk koma og fæða trúða og ég var í Barbara. Já. Og ég myndi láta fólk fæða trúða og segja sannleikan en svo var ég Barbara alltaf nú held ég að þú sért að reyna að vera fyndin bara. Þú veist, og hjálpa fólki, þú veist, það að pródúsera eitthvað fyrir mig eða það raunverulega að segja satt? Já. Og þetta væri svona sannleikshringur. Já. Það sem að trúðarnir eru svona sannleiksenglar. Já. Mér finnst þetta mjög spennandi. Já, þetta væri mín hugmynd, þetta væri mitt tjald á Burning Man. En þú, ef þú myndir gera tjald? Sko, sannleikstjaldið alveg resonator alveg vel hjá mér, sko. Ég get verið með svona innbyggðan lygamæli í mér. Já. Enda ertu lögfræðingur. Já. Þannig að ég geti verið með þannig stöð. Lygamælastöðuna. Já. Þannig að þú hleypir fólki inn og út þegar það er búið. Já. Þá færðu annarkvort rauðan eða grænan miða fyrir það hvort að lygamælir þinn segir hvort þú voru að segja satt. Eða ég geti labbað bara og komið svona, hann er ljúga. Nei, það bara þess að segja satt. Myndirðu gera það sem þú sjálf eða sem trúður? Nei, sem trúður. Er það ekki? Jú. Af því að við erum að vera öll saman í trúðatíðninni. Einhver góð matvæli úr íslensku þangi, te úr íslensku mjörtum. Hvað er þetta að hugsa hvað svoleiðis? Ilmolíur og... Ég geti hugsað mér að líka vera með lítið tjald og lesa fyrir þau Íslendingasögur og tala ræturnar okkar eða á ásatrúna og fjölgyðistrúna og... Bara upplagt. Ég myndi alveg koma í tjaldið til þín. Er það ekki? Myndirðu vera í víkingabúning? Þá myndirðu vera með eitthvað svona þannig look? Nei, ég myndi vera nakin. Auðvitað væri nakin. Það væri ég nakin. Af því ef ég væri í búning þá er ég alltaf bara í einhverjum hugmyndum annar víkinga. Já, en þú getur líka bara klætt þig eins og nútíma víkingur. Já, þú meinar með svona dreadlocks og hengja... Nei, hengja svona dót járn í hálfa mér. Það fyrir frá ákvæða hvernig nútíma víkingur lítur út. Þú veist ekkert um það, hvernig þú byrjar að hugsa um það. Nei, það er satt. Hvernig lítur nútíma víkingur? Já, ég meina... Já.
Ég veit það ekki. Ég sko... Er hann í þá 66 gráður norður bara Ég veit prímaloftsúlpu? Ég veit það ekki. Já. Ef maður er einhvers konar... Já, við viljum náttúrulega báða passa landið okkar. Já. Þannig að við erum kannski báðar í grunninn einhvers svona landverðir eða okkur er ekki sama. Þannig að ég væri alveg pottþétt með GSM-síma. Þú Af því ég myndi vilja fylgjast með fréttum. Ok, sem landvörður. nakin með GSM Já, nakin. Með GSM-síma. Og af hverju ertu með dagkrem á borðinu? Já, ég er með hérna L'Oreal kremið mitt af því ég var að koma úr sundi og hugsa. Ég er búin með þessa krukku, ég nánast át upp úr krukkunni. Mér finnst þetta geggja krem, Já, ég elska þetta hérna appelsínugula, þannig að C-vítamínið. Revitalift. Yes. Hérna, en ég glemdi gleraugunum mínum í partíinu sem við fórum í helgina. Þess kom ég með þessa Varstu að lesa svona mikið fyrir fólk í partíinu? Nei, þegar ég fattaði að ég væri ekki að fara að lesa meira, þá lagði ég gleraugun af mér, þú veist, og glemdi þeim svo upp í sveit. Þetta var náttúrulega fáránlega gott hérna og óvænt. Við auglýstum L'Oreal og sjáðu gleraugun, tvo sponsora, bara svona í algjöru flæði og án þess að fatta sjálfur. Ég þarf ekki að setja auglýsingarnar með þeim inn í podcasti, bara mig hérna. Day of the Dead, það er nú örugglega eitthvað sem að þú þekkir. Í Mexíkó? Já. Já, ég hef verið í Mexíkó á þessum tíma. Já, hvernig er Day of the Dead í Mexíkó? Það var eiginlega gjörsamlega stórkostlegt og ég áttaði mig á því hvað þetta er ólíkt á milli menningar heima, hvað dauðinn er mikið tabú hér og einhvern veginn leiksýningarnir í kringum þær eru einhvern veginn svona þungar og erfiðar og náttúrulega bara jarðarfarir og allt þetta og einhvern veginn og svo mikið þyngsli í kringum þetta. Meðan að við vorum í smáþorpi, við vorum í Sayulita sem er svona lítill bær, surfingbær, mjög erfiður yfirferðar. Þannig að það búa til ekki mikið að Bandaríkjamönnum þar, af því það er ekkert mikið vegi og svona. Allir bara svona golfbílum og svona. Já, innanbæjar. Innanbæjar. Þetta er bara stíir. Já, þetta eru bara, þú veist, og svo er bara, asnar að bera drasl og svona, sko. Okay. Þú veist, í næsta bæ við hliðin á, þar er, sem er á láglendi, þar er bara Ameríkanar búin að kaupa allt upp og þú veist, maður er svona, veit ekki hvort maður er í Ameríku eða Mexíkó. En þarna er maður einhvern veginn alveg í Mexíkó, þetta er við ströndina, við Nayarit-ströndina og heitir hún ekki Nayarit, ég held að. En allavega þar á þessari hátíð, það var ótrúlega skemmtilegt. Þá var fólk búið að klæða upp svona alls konar svona strábrúður eða búa til svona líkama forfeðra sinna sem voru gengnir og þú veist, það bara, þú veist, satt kannski bara svona vera úr einhverjum bara stráum eða eitthvað í jakkafötunum hans afa, skilurðu, og með hattinn. Og svo er bara vinglas og matur og kerti og svo kannski bara konan hans, þú veist, dúkka í fötunum á henni. Þannig að það er alveg, hinir dánu er alveg teknur úr gröfinu og búin að brúðra þeim og setta fyrir utan húsið. Og svo er fólk að færa þeim blóm og situr og kjaftar við. Þetta er eins og í frönsku Pólnesíu, stytturnar, hérna á páskaím, stytturnar þar snúa inn í land. Ég hélt alltaf að það snéru út þessar hræðaburti óvinni, en þær eru til svo sért í samtali við forfeðurna. Svo færir forfeðurinn mat og svona. Já, og nákvæmlega þessi hugsun það að fólk sé farið þegar það deyr, hún er allt öðruvísi í Mexíkó. Fólk er ekkert farið, það er bara komið í, þú veist, aðra tíðni, en þú veist, samgangur við hérna látnu, heldur áfram, jafnvel að líkaminn hafi gefist upp á farið, sökumelli, af því að náttúrulega líkaminn duga bara einhvern ákveðin tíma, meðan að sálin er eilíf. Eilíf. Sálin er eilíf. Sálin er eilíf. Sálin er eilíf. Sálin er eilíf. Já, til dæmis. Ok, voru þetta margir dagar eða var þetta svona helgi? Þetta var alveg, já, nokkru dagar, og allt skreytt í lifandi blóm og það var svo fallegt og skemmtilegt og dansað og sungið og gleðihátíð, Og ferð þú, þegar þú ferð á svona hátíðir og svona, ferð í stuð? Já. Já, þú ferð í stuð. Ég fer í alveg gríðarlegt stuð, Já. Ég er ekki viss að ég fari í stuð. Af hverju? Ég veit það ekki. Ég forðast að fara niður í bæ á menningarnótt og 17. júní. Mér finnst ekkert gaman á menningarnótt, af því að mér finnst ekkert gaman á svona stórum hátíðum á Íslandi, Mér finnst ekkert gaman.
Já. Hverjum finnst það gaman? Sumir finnst gaman. Ég bara hugsa, hver er munurinn? Af hverju er gaman í Mexíkó þegar þú ferð þar? Er það framandleikinn, er það tónlistin, eða er það að maður þekkir engan, eða þú veist, ég bara hugsa... Nei, því það er einhvern veginn bara lífsgleðin skín í gegn. Já, það er öðruvísi lífsgleði. Já, lífsgleðin, það er verið að dansa og það er verið að hreyfa seikralífið í þér eða það er verið að hreyfa lífsorkuna. Já, og það er einhvern veginn hugmyndir fjölskylduna og tengslin og þakklæti. Já, og allt sé samofið og allt kom okkur við og eitthvað svona. Ég veit að... Ég meina 17. júní, þú veist, hvað er þetta? Þú veist, maður bara er öri eftir, maður er búinn að kaupa eitthvað nammi og eitthvað rusl og eitthvað svona. Þetta er ekki svo gaman, Dóra. Nei, það er samt gaman þegar maður er með litla krakka. Þeim finnst gaman að fara í hoppukastala og eitthvað svona. Ég hef gert það, við áttum heim úti, við hjólum niður í bæinn alltaf og eitthvað svona. En núna þegar það er ekkert tog í þeim, þá er ekkert tog í mér. Nei. Og eins með menningarnótt. Og ég náttúrulega, þú veist, til minnst á 7. júní, þú nú verið fjallkona. Já. Og ég líka verið fjallkona. En eftir að það var allt girt þarna niður frá og þetta fyrirfólk landsins fór að múra sig inni bak einhverja girðingar. Ég hef aldrei farið og séð aðrar fjallkonur. Og ég hef gert það. Eina skipt sem ég farið var þegar ég var sjálf. Ég hef alveg farið... Og svo fór ég inn í kirkjuna og eftir það satt maður með þingmönnum inn í kirkjunni. Og mér fannst alveg rosalega... Leiðilegt. Já, ég fór ekki í kirkjuna. Ég náði ekki í stuð. Mér fannst það svolítið leiðilegt. Ég hugsaði bara, vá, þetta er svona móment í lífi mínu þar sem ég er fjallkonan og ég er ekki í stuði. Þú veist, ég var nýkomin frá Noregi og það var einhver rosa mikil umræða nationalisma og eitthvað svona. Ég var bara, Ég var nú bara nýkomin á partíi þegar ég var fjallkona. Já, þetta var náttúrulega geggjuhelgi þegar þú varst fjallkona. Þetta var geggjuhelgi. Að syngja með þarna kvartettinum ykkar líka. Já. Fyrir kóngafólki á Hótel Sögu. Hótel Sögu. Komst á Þingvöll líka. Nei, ég fór ekki á Þingvöll. Nei, ég fór á Þingvöll. Það var gaman. Þar var ég fjallkona. Með öllum stelpunum úr leiklistaskólanum og þá voru bara úr búningum úr Þjóðleikhúsinu. Þetta var 94? Já, þá voru úr búningum úr Þjóðleikhúsinu, svona gömlum, svona úr Íslandsklukkunni og öllum þessum sýningum. Voru búin að æfa að syngja Þjóðleikhúsuna. Ég ætla bara að segja þetta, þið voruð aukafjallkonur á Þingvöllum. Ég var aðalfjallkona í Reykjavík. Við vorum aukafjallkonurnar og þú varst aðalfjallkonan. Og svo löpum við upp á kletta og ég var svona að fela mig í klettunum í Þingvöllum og svo labba ég og lét mig svona birtast upp á steinum. Hver á sér fegra föðurland? Guð minn almáttugur, þetta með fjöll og dal og bláan sand. Þetta voðalegt. Ég elskaði þetta. Þetta var brjálæðislega gaman. Svo kannski birtust við 3 einhvern tímann og horfðum og leikum vindinn blása svona í hárið og vorum alla með slegið hárið. Og ég fór með eitt og önnur með næst og svo sungum við Hver á sér fegra föðurland með fjöll og dal og bláan sand. Þetta er ekki nóg. Jú, þetta er nóg. Já. Hver á sér fegra... Heldur þú, Dóra, hugsaðu. Nei, veistu hvað? Hugsaðu. Ef að ég stæði einhvern tímann fyrir framan aftökusveit og það er sagt um mig, þú eru skotin nema þú syngir allt röddina í hver á sér fegra föðurland. Þá gæti ég bjarga lífi mín. Hver á sér fegra föðurland með fjöll og dal og bláan sand með norðurljósa bjarmaband og Björk og Lindu P. Björk og Lindu P. Já, það sungu við þegar leið á nóttina. Já, það eru náttúrulega eiginlega íslensku fjallkonurnar. Já, Linda P. og Linda P. Já, og Hófi. Og þetta er 94 sérst krakkar þegar var 50 ára hana lýðveldisafmælið. Og við fórum á barinn, fjallkonurnar allar. Af því að rútan okkar var ekki alveg, þú veist, það var svo mikið trafík í bæinn. Og við urðum svolítið drukknar og þá var það ennþá skemmtilega að fara aftur upp í Almannagjá. Og syngja. Og svo átti ég, held ég, setningu ferðarinnar. Já.
upp á stórum steini þar sem ég stóð og hrópaði Ég almannagjá. Þetta tók saman. Já, ég skilji. Þarna kjarnaður það. Já, þarna kjarnaður það. Það gæti ég tekið þetta, pakkaði saman og sparkaði í það. Og sparkaði í það, nákvæmlega. Ég ber enga virðingu fyrir þessu. En þetta var rosalega skemmtilegur dagur. Já, þetta var mjög skemmtilegur dagur, sko. Ég man alveg því að ég kom í bæ, ég man að það var trillingur í þér, sko. Það var svo mikið í gangi. Og ég meina góðu trillingur, sko. Já. En ég held að ég hef aldrei unnið jafn mikið eins og þennan sólarhring, af því ég var líka, sko, ég söng á Lækjartorgi úr Gauragangi og ég söngst þar annars staðar líka úr Gauragangi. Já, og svo var ég fjallkonu, fyrst var ég fjallkonu morgun en svo fór ég að syngja úr Gauragangi einhvers staðar í Reykjavík, Hafnarfirði eða einhverjum. Og svo varst ég í kvartettinum? Svo var ég í kvartettinum að syngja á Hótel Sögu fyrir kóngafólki kvöldið. Sem var mjög athyglisvert því þar var allt kóngafólk Norðurlanda samankomið á Skallanum. Já. Á Skallanum, sko. Og hrikalegt stuð. Ég man alveg hvað kjól þú varst með þessa. Þú varst í mörgum búningum þennan dag. Sko, ég er náttúrulega Unnur Eyfelds sem sá þennan þjóðbúning sem að fjallkonan klæðist. Ég var mætt til hennar sko 6 morgun eftir að hafa sofið sko í 3 tíma eftir eitthvað rosalegt partí og ég var náttúrulega að leika, hvort ég var ekki að leika sko gauragang og miðnætursýningu á hárinu. En allavega hárið? Já, eða 2 sýningar á hárinu, þetta var eitthvað svona bilað, allavega ég maður það ekki. En ég mætti til hennar og hún klæddi mig og Erla sem var þá argræslumeistari í Þjóðleikhúsinu var líka að koma með mér og ég var stuttklipt af því að ég var nýbúin að gera þarna seríunni í EIM og ég vildi vera með sítt hár þannig ég bað viðbót svo ég hefði sítt hár. Alveg rétt. Ég var svo borgarlega þenkjandi þarna. Mér fannst það ekki tilhlýðilegt að fjallkonan væri með stutt hár og sett á mig aukahár sem verður með sitt hár. En þetta finnst mér svo geggja við þau. Þú gengur leiðina, þú biður það sem þú þarft til þess að ég hugsaði það verða einhverjar eldri frýr í Reykjavík sem verði ekki ánægðar með það að sé einhver drengjakollur þarna. Já. Þannig ég gerði deila fyrir þær. Já, fallegt að þér. Þættinum barst gjöf. Wow! Happagripir. Þetta er nú algjörlega eitthvað. Kæru Steinunn Ólína og Halldóra, er það ekki málið að lífið snúist í grunninn bara að líða vel, vera glaður, hafa gaman og koma vel fram við aðra? Þessi gjafakassi er smá framlag til þess, hann kemur frá Moonfire, litlu nýju síðunni minni þar sem list, rými og heilun mætast og minnir okkur á að hægja aðeins á og anda dýpra. Hvort sem það er list, ilmur, fegurð eða ró, þá er þetta smá næring fyrir sálina. Fyrir þá dagar sem eru kannski aðeins svo mikið og þá sem eru bara svo fallegir að maður vill gleyma sér. Takk fyrir að gera heiminn aðeins skemmtilegri með því að vera þið. Vonandi að þessi gjöf færi ykkur hlýju, innblástur og kannski smá bros sem fylgir ykkur út daginn. Með kærleik. En fallegt. En rosalega fallegt. Og svo þarf ég að taka svona mynd af þessu hér, moonfire.live. Moonfire.live, ok. Já, en fallegt. Heyrðu, og hérna í fyrsta gjafapókanum. Já. Nú erum við eins og svona ungir hérna. Áhrifavaldar, já. Happagripir. Happagripir og hérna er svona lítill svart, er þetta hrafntinna? Nú veit ég ekki, en þetta er svona svartur steinn og hér er grænsteinn. Hérna er annar grænsteinn. Vá, þetta eru happagripir. Svo kemur hérna tunglró, baðbombur, ilmblanda af kamilu, rósum, lavender, salvíu og patchouli. Vá, hljóma vel. Nei, þetta hljóma rosalega. Þetta er, Guð minn almáttugur, finnstu lyktina af þessu. Sjáðu svo hvað þetta er fallegt. Vá, þetta er póki sem hún hlýtur að hafa búið til. Þetta er líka einhver svona Þetta er einhverjir ilmsekkir einhverjir. 12 jurta fótaboð. Fótabað, vá. Hlýr og hreinsandi fótapakki með 12 jurtategundur sem vinna gegn rakanum í líkamanum og kólnun í útlimum. Inniheldur náttúruleg hráefni í teumbúðum sem gerir notkunna þægilega og snyrtilega. Fullkomið fyrir fótavelíðan og daglega fótameðhöndlun. Hjálpa til við að slaka á, losa spennu og bæta blóðflæði í fótum. Hér er járndós með kerti. Þetta er allt fallegt. Já, þetta er allt fallegt. Fyrir ykkur sem eru að horfa, sjáðu hérna onni kertið.
Heyrðu, og svo hérna QR-kóði á hugleiðslu og hérna, hann sagði mér hann Leon, sem hérna á mamma, að inn á síðun hennar hægt að fara og hlusta á alls konar hugleiðslu sem hún hefur búið til. Þannig að hún svona, þetta svona mannræktar séní eitthvað sem með þessa framleiðslu. Já, ég set QR-kóðan á vídeolinkin fyrir ykkur sem að horfa á YouTube. Mér finnst að við eigum að tala við þessa Írisi. Mér finnst náttúrulega að þeir sem hlusta á þáttinn okkar ætti að fá okkur vildakjör hjá Írisi. Af því að ég hugsa að nú muni fólk flykkjast inn á þessa síðu. Inn á heimasíðuna. Moonfire var ekki .live. Til hamingju með þetta Íris og takk fyrir okkur og ég vona bara að fullt af fólki að kíkja inn á þessa vefsíðuna. Já, og hugleystur á íslensku, það er æðislegt. Og lavandirinn náttúrulega stórkostlegur. Heyrðu, ég bjó mig til Jónu úr lavandir daginn, bara lavandir. Já. Og það mjög sniðugt, það svona mjög róandi. Já, og það heitir Jóna þó það sé ekkert gras í því. Jóna í rauninni bara eitthvað sem að rúllar upp. Já, ég meina, ég segi það bara. Já, Við getum sagt lavendervindlingur. Já, lavendervindling. Þú bjóstu til lavendervindling. Já, og það var mjög gott, sko. Já. Og hvað gerir... Lavendervindlingur? Já. Það bara á að hafa róandi áhrif á taugakerfið og mér fannst það bara að gera það. Já. Ég meina, lavendurinn notaði í allt ilmsölt og svona til þess að róa taugarnar og olíur og svona. Og ég meina, mér finnst gaman, þó ég reyki ekki lengur, að reykja hluti, þannig að, þú veist, og það náttúrulega mjög svolítið spennandi þetta að fara að reykja íslenska jurtir. Þeir náttúrulega þarna á Flateyri með CBD, þeir með hampframleiðslu og Á Flateyri? Það sem að Hvammibrauðin og allt hérna fína fólki í Reykjavík með bústaði. Já. Þeir þar með hampframleiðslu. Og byttu í bara einhverjum skála? Og einhver veitingastafur þar sem að má reykja CBD. Já, ok, ekkert. Við þurfum eiginlega að fara. Já. Einhvern tíma. Heyrðu, en ef þú ættir að velja þér hátíð til að fara á í þessari bók? Já. Sko, mér langar náttúrulega rosalega til Ríó á kjötkveðjuhátíð. Já, þið langar þangað? Já. Það svo merkilegt að ég nenni ekki. Nei, ok. En Steiney hefur farið þangað og þau eru alveg svakalega flinkir þjófar í Ríó. Ok. Og ég sko aðdáði þeirra. En í Ríó hægt að vera bara einmitt mjög mikið allsber. Já, þá engu hægt að stela af manni. Það engu hægt að stela af manni. Nei, maður bara á G-string og brjóstahaldaranum og ekki hægt að stela neinu. Nei, sko, ég ætla bara að segja strax, mig langar til Ríó. Já. Og ég held nefnilega að þú hefði gaman að því að fara með mig til Ríó af því að þið langar svo mikið að vera allsber á hátíðum. Já. Að þar til dæmis gætur alveg gert það sem í nokkrum vafa. Já. En við getum ekki tekið börnin okkur því þau myndi ekki meika að við varum allsber. Nei, þeim þætti það óþægilegt. Þeim myndist það ógeðslegt. Já, og við myndum ekki senda neina myndir heim. Nei, allt í henni ertu svo hugsið. Já, ég að hugsa hvaða hátíð mér langar. Mér langar á Burning Man. Nei, ok, Þegar ég las Burning Man, þá fékk ég svona trillingstilfinningu, svona frelsis, þú veist að fara eitthvað og fólk bara búa til einhverja skúltúra og eitthvað rugl. Já, þess er ég að segja. Vertu bara með okkur netu í að búa til Freezing Man. Og hvernig á svo hátíð að vera? Nú skuldu bara segja mig hvernig þig langar til að þessi útihátíð verði. Það var til dæmis eitt tjald þarna á Burning Man sem var hérna, ég ekki að segja mig langi að spila endilega golf nakin, en ég alveg viss að það væri ógeðslega gaman samt að fara í golfskónum og spila nakin. Ég held að það sé skemmtilegra að spila golf nakin heldur en að spila golf í fötum. Ég held að það hljóta að vera alveg óborganlega fyndið. Ég held það líka, þú veist. Sérstaklega svona í sveiflunni. Svo hérna an advanced pole dancing workshop, það hægt að fara, ég náttúrulega kann ekki pole dance, þannig ég myndi ekki fara í það workshop. Nei. Svo hægt að fara í svona neon painted bodies glowing in the night, þannig að maður geti farið að láta mála sig í neonlitum. Það örgulega ógeðslega gaman. Það held ég sé mjög gaman að vera í svoleiðis og vera að horfa á alla að dansa þar sem þeir eru búin að mála líkamann sína í neonlitum. Sér ekki andlitin á það, sér bara líkamann að dansa. Það var aðalega þetta konsept, sko. Út að getur ímyndaðir þegar maður að koma, byrjar í hópnum sínum og svo byrjar maður að heyra í öllum hinum. Getur ímyndaðir orkuna þegar allir mætast síðan í miðjunni. Já, og það hápunktur. Ég held að það sé geggjað.
þetta, sko, í endanum eru þetta 40.000 mann sem hittast á lokastaðnum. These distant beats of goombay drums indicate that the paraders are shifting into formation and is your cue to get yourself down there. Og það bara þegar þú byrjar að heyra í trommunum á jóladag, 27. Þá bara veistu, ok, við erum að fara í skrúðgöngu. Og sjáðu litina. Vá, og bara múnderinguna sem fólk er í. Já. Þetta gæti verið svona jólaferð. Og þetta er á Bahamas. Já. Mér langar að fara þangað. Já. Þau eru að vinna mánuðum saman að þessari skrúðgöngu. Það eru... Og svo er auðvitað svona innbyrðis keppni. Já, eins og á Hver er með Grundarfirði. flottasta krúið? Einmitt, eins og á Grundarfirði. Það er bara græni hópurinn, Já. guli Já, hópurinn, alveg eins og þar. hópurinn og blái hópurinn. Þú veist, þannig er á Grundarfirði. En Dóra, ok, nú hefur þú fengið það verkefni, Halldóra Gerðarsdóttir, Já. að standa fyrir útihátíð. Og ég nenni því ekki, ég vil fara á útihátíð. Ég hef enga þörf fyrir að halda Nei, við erum í leik. Já, við erum í leik, Ok, hvað myndi ég hafa? Ok, þú Já. ert að skipuleggja útihátíð í Íslandi næsta ári. Já. Hvernig á hún að vera? Þú þarft ekki að hafa ágjörð því hvernig þetta verður gert. Þú þarft bara að segja hvernig hátíð viltu hafa. Sko, hér er til dæmis eitt á Burning Man, sko, if you're ever dreamed of driving a cupcake car, sko, ef þið myndir langa að búa til bíl sem var eins og kaka, eða, þetta kveikir á mér, being the high priestess of a spanking temple. Ég held að það sé mjög gaman. Þá ertu, then you're in the right Ég hlakka place. svo til þegar að vera sundarsviðtal við því í Morgunblaðinu. Þegar ég er búin að fara á Hætti Burning í Man. leiklistinni og sneri sér að satismannum. Já, eða bara, þú veist, þetta hlýtur út að vera eitthvað hrikalega fyndið. Að við erum í fullu tjaldafólki sem er allt berrasað. Náttúrulega það er í svona leðurfötum Frá og með- Shakespeare til satismann. Já, frá Shakespeare. Og svo sit ég í svona stól og er náttúrulega nakin. En ég satt í leðurbrjóstahaldara og G-string. Finnurðu hvað fjallatausan er að taka mikið Ég veit pláss í það. lífið mínu? Ég veit Núna. það. Ég er líka með varaleit fyrir ykkur sem er ekki að horfa. Spáðu hvað það hlýtur að vera brjálæðislega gaman Já, að sjá fólk vera raskilla hvert annað. Ég held það sé svo gaman. Og svo stop spanking, count up to 15. Og þá setjum svona, lætum þið svona byggja spennuna upp í, þau megi ekki raskilla. And now, spank, 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 spank. Spank, spank again. You're allowed to spank your fellow. Not the one in your laps, on your laps. The next one, change partners. Þú veist, svo þarf þetta að fara, þú veist, að raskella hver aðra. En Dóra, Já. kannski ertu bara að fara að opna svona dominatrix klúbb. Þar sem þú ert svona. Já, einmitt. Að þetta sé kannski eitthvað sem að... Þetta vantar örugglega. Sko, ég hugsa sko... Nei, þau eru nú komin inn í samtökin 78. Nei, ég er að tala meira bara svona griðastað fyrir íslenska athafnamenn sem finnst gott að láta niðurlægja sig. Þú tækir bara mótið þeim og segir Huskast inn í herbyggi, helvitis fíflið þitt! Sko, máli er að ég finn ekki alveg niðurlæginguna í þessu. Nei. Ég finn ekki að þetta er niðurlæging. Ég finn bara að þetta er brjálæðislega gaman. Og fyndið. Já, og fyndið. Og ég held að því finnist jafn gaman að láta raskella þig og að raskella og skipa fyrir fólki að láta raskella sig og setja reglur og hlýða reglum. Sko, ég tengi ekki alveg, en það er allt í lagi. Heldur tengir ekki. Nei. Ég sé þetta sem svona brjálaðan svona leik. Ég er ekki alveg viss að ég hefði gaman að því að raskella það. Ég hefði gaman að því. Ég geti haft gaman að því að vera raskellt núna þegar ég er hugsa út í þetta. Já, nei, ég hefði meira gaman að raskella. Kannski í næsta þætti. Fara saman. Ég raskelli þig. Í næsta þætti Já. ættir þú kannski bara að raskella mig og við sjáum hvað gerist. Já, ég geti gert það. Já. Já. Ég get kannski komið með svipun en að Bríetar Bjarnhéðinsdóttur. Já, áttu hana. Já, hana. Mér langar að raskella það með flötum lóa. Já, þú mátt bara gera það strax. Gjör svo vel. Sjá hvað ég gerði fast. Þú gerir mér það small í. Já. En ég ætla að segja samt, ég fann ekki fyrir þessu. Nei, af því að þú ert í plastbuxum. Ég er í plastbuxunum að saga mér. Ég er í stál, ég er í stál nærfatnaði. Nú verður gaman. Ég kom með svo marga sjóði. Ég er búin að safna mjög mikið til dæmis í Guðbardssjóði minn. Ok, og ætlar að fara að endurfjármagna?
Nei, ég að safna, ég þarf ekki ég get endurfjármagna kannski til þess að fá mér betri bíl eða eitthvað svona, þú veist að því að það er kannski uppdata hann. Ég ætla bara að benda þér að þú þarf kannski að fara að fá þér nýjan sundból. Þú þarf kannski að endurfjármagna til að fá þér nýjan sundból. Þetta er svo rétt. Ég veit Minn það. er hrikalegur. Heyrðu, ég ætla að búa til sundbóls. Farðu mér í Íslandsbanka, Já. ég mana þig Já. og segðu, get ég endurfjármagnað vegna sem ég vantar nýjan sundból? Já, ég ætla að gera það. Íslandsbanki er best. Þú veist, krakkar því sem er að hlusta, ef þið haldið að þið séu frjáls, þá er ég að segja ykkur það að þið eru það ekki. Nei, það þarf nefnilega að búa til svona hátíð hérna, það sem er svona, það sem að sköpunargleðinni og frelsinu er. Já, þetta fannst mér gaman við að vera í leiklistarskóla og það er hægt að plata mig inn í allskyns svona, ef það verður til ákveðin svona stemning, þá er ég alveg típan sem væri allsbyr í partíu. En ok, hvers konar tjald myndið þú vilja bjóða upp á og þú ættir að koma með eitt svona tjald? Ok, hvernig tjald myndi ég bjóða upp á? Tjald sem að ég væri bara hrikalega verða gaman. Já, ég myndi allavega alltaf taka alla úr fötunum. Er það? Já, ég myndi Þú ert alveg sko obsessed af nekt. Ég finnst þetta ekki fyndið. Jú. Og ég hef aldrei verið nakin á sviði. Nei, Ha? ég er bara hissa, veistu það, Nei, ég er bara heppin að þú ert í fötum núna. Já. Já. Ég er að spá af hverju ég sé með svona obsession yfir þessu. Af hverju mér finnst þetta svona fyndið. Það er eitthvað óbóðslega barslegt í mér við það að vera nakin. Já, sko, er eins og náttúrulega, ég ef einhvern tíman var kominn tími til að ganga nakin, Já. þá er það þegar maður er komin á 60-aldur. Já, það er nefnilega þannig. Að því við erum að tala um barslega gleði og ég fer alltaf í að vera allsber, bara alltaf segi ég það. Samt hef ég ekki leikið hana leik mikið að vera allsber. Nei. Ég man einu svona, þegar við fórum í partí, hérna eftir partí í Hárinu, þá fórum við inn á klósett með nokkrum vinnum og leikurinn var, þú bjóst til leikinn, Ok. að við myndum öll skipta föt. Já. Þannig við fórum inn á klósett, fórum öll úr fötunum og fórum í fötin af hvort öðru og fórum aftur Svo fram. hefur við flinka búið skemmtilega leik. Ég veit það Já. og mér fannst þetta svo gaman. Já. Ég hefði viljað fara í þennan leik allar helgar. Heyrðu, við getum bara farið í hennar leik með vinum okkar næstu helgi. Já, Til dæmis. gætu gert það. Já. En það var eitthvað, þetta vakti einhvern svona trilling í mér. Já, emmi. Einhver svona gleði sprengju vitleysisgang. Þannig ég að vera allsbyr er ekki svona, ég er nútisti, ég elska að vera allsbyr og fá að vera fatalaus. Það er miklu meira að þetta, að ég er að lita út fyrir. Já, emmitt, bara... Þannig í rauninni er ég alveg ófrjáls. Já, ég skil. Skilurðu? Já. Ég er í rauninni svo mikill pappakassi Já. að það klikkast það sem er dettur í hug er að fara úr fötunum. Ég er í rauninni alveg vonlaus. Nei, alls ekki, sko, en En það sem er leiðilegt að vera í partí, það sem allir ákveða svo að fara úr öllum fötunum. Það kemur svolítið á óvart, já, því að þú ert náttúrulega í sko, uppfærslufasa, Já. eins og fólki er alltaf. Já. Veist, fólki er alltaf látlaust að verða nýju útgáfa sjálfur sér. Já. Mér finnst svolítið spennandi þessi Halldóra Geirharðsdóttir sem er að fæðast sem ætlar að vera svona mikið nakin. Já, en svo finn ég nenni ekki að vera í herbergi þar sem að einhver er svona hikandi við að vera nakin. Nei, Þá er einmitt. strax komin svona Nei, og þú nennir ekki að mæta á fundi nakin. og ég er ekki að fara að ríða fólkinu. Nei, Þú það veist, snýst ekki um nei, kynlíf, nei, já. ég sé það alveg. Það er ekkert svona sexual energy þegar þú ert að ræða þetta. Nei, það er eiginlega bara algjör, já það er Bara þörf fyrir frelsi og Já. leikgleði. Já, Aha. það er leikgleði sko. Já, einmitt. En leið og einn er ekki alveg með, þá er leiðilegt. Leið að fara að sannfæra einhvern einn að vera með, Já. þá er leiðilegt. Ég veit það. Svo Þá leiðilegt er ekkert, já. þegar það fara að sannfæra einhvern að vera með. Þannig að gilda reglur það að leika sig, bara eins og í spununum. Það má aldrei segja nei. Já. Eða af hverju. Já. Eða hvers vegna. Já. Skilur þið? Til þess að það sé gaman og til þess að það sé flæði, þá þarf að vera játakar. Já. Það þarf að vera játækar uppráðirinir. Það þarf að vera jákvæð viðbrögð. Já, það þarf að vera jákvæð viðbrögð. Við öllum tilboðum. Já, já. Það fyrir svo mikið vinna í að tala fólk inn á hlutina. Ég nenni því ekki. Herrun, ég ætlaði að segja þér að eftir að ég kvaddi þig í sumarbústaðinu þínum, eftir þess að dásamlegu útúrsturtu og sánu, þá fórum við upp í hlíðarnar og týndum sveppi. Hvaða sveppi fannstu? Ég týndi slímgomp. Er hægt að borða hann? Já,
svakalega góður. Maður þarf að taka hérna himnuna af, hún Guðríður Gyðar náttúrulega svaraði umsvifalaust að maður þarf að taka slímhimnuna sem liggur yfir hattinum af og svo bara auðvitað hreinsa fótinn vel. Já. En ég sem sagt steikti þá í smjöri í gær bara til þess að hreinsa það og steikti þá og svo eldaði ég það og ég ámælöti í morgun og sko það er bara, ég veit ekki hvað við erum að gera í höfuðborgarsvæðinu. Við eigum að liggja upp í Skorradal að vera að tína sveppi. Heyrðu, það var náttúrulega svo mikið að bílum alla Ég heiti helgina í Skorradal. tæleskar konur sem voru, sem við tókum tali og þær voru að sýna mér hvað þær eru að tína. Og þarna voru til dæmis svona, eiginlega sko svona albinóar, svona flatir, svona eins og svolítið svona, hvað heita það nú, kantarellur, bara alveg hvítar og þær sögðu mér að þær borðuðu þær og var bara herramannsmatur og ég prófaði þær líka í gær, svakalega góðar. Gulbroddinn er ekki kominn. Nei, hann er ekki kominn. Hann er ekki kominn alveg, en það er sko nóg af kóngsvepp, nóg af slímgomp og lerkisvepp. Heyrðu, ég meina hver einasta sveppaskja út í búð kostar 900 kall eða eitthvað. Já, ég veit það er rugl. Við erum búin með þáttinn, þannig að við getum sagt bara næsti þáttur, þá fáið þið, kæru hlustundur, að vita hvernig hefur gengið hjá okkur að tína. Að tína? Já, en ég ætla í ristilspeglun í vikunni. Guð, ertu spennt? Nei, en ég er ekki óspennt. Er þetta bara svona Já, ég bara segi ykkur sem er að hlusta ef þeir eru orðnar 56 ára og hafði aldrei farið í ristilspeglun eða 50 ára þá eða drífa ykkur í ristilspeglun og þetta er ekkert mál. Nei, ég hef farið í þetta, það er ekkert mál. Það drekkur einhvern ógeðsvökva og svo fær maður eitthvað rör upp í rassinn og svo getur maður séð hvað er að gerast inn í manni. Já. Maður fær einhverja kæruleysistöflu, ég steinsofnaði bara sko. Já, ég ætla að þiggja hana, það er vist mjög gaman. Það er ógeðslega gaman að fá kæruleysislyf. Já, ég hlakka til þess sko, að fá hana. Ég fá þess bara klippikort í ristilspeglun svo getur fengið mikið að kæruleysistöflu. Já, ég held það. Ég held að þetta verði árlegt hjá mér svo, ef að mér líka vel við hana. Heyrðu, við erum góðar. World Party. World Party. Já, ég ætla að... Ég vil líka bara að fólk skrifa okkur hugmyndir það hvers konar útihátíð ætti að vera. Já, hvað á að vera. Þú veist, það ætti að vera auðvitað svona spámiðlatjald og svo eitthvað líkamsmeðferðartjald og